Þá komið að seinustu 3 reglunum. Númer 7, vernd barna, númer 8, eftirfylgni og númer 9, barnvæn nálgun. Ýmislegt getur komið upp þegar börn eru beðin að deila skoðunum sínum eða reynslu og því þarf að undirbúa vel hvernig bregðast skal við í krefjandi aðstæðum. Börn þurfa að vita hvert þau geta leitað ef eitthvað kemur upp á. Eins mikilvægt að leiðbeinendur leggja sig fram við að skilja öryggi út frá sjónarhóli barnsins. Öryggi nefnilega ekki bara líkamlegt. Það snýst ekki síst andlegt öryggi. Líðan barna hefur mikil áhrif á getu þeirra til frjálsar þátttöku. Það er lykilatriði að leiðbeinendur leggi mat á hvort þátttaka barna geti haft skaðleg áhrif. Til þess afar mikilvægt að fá eins marga að borðinu og hægt er. Betur sjá augu en auga. Þegar þátttaka barna metin nauðsynlegt að hafa í huga að þið getið aldrei spáð fyrir allt sem getur komið upp á. En margt þó fyrirsjáanlegt. Með því að rýna í aðstæður fyrir viðburð getur þú útbúið áætlun hvernig má styðja við börn þegar þörfin til staðar. Til dæmis mögulegir samskiptaörðugleikar í nýjum hópi, slys í vettvangsferð eða hamlandi kvíði í útvarpsviðtali. Þegar leiðbeinandi greinir aðstæður fyrirfram mun betri líkur á að hann geti boðið fram viðeigandi aðstoð. Börnin þurfa að vita af verndarhlutverki leiðbeinanda og vita hvert þau geta leitað ef eitthvað kemur upp. Til þess að tryggja öryggi barna þá mikilvægt að hafa eftirfarandi atriði í huga. Börn þurfa að þekkja réttindi sín og ábyrgð leiðbeinanda. Þáttakan skal alltaf taka mið af réttindum barna. Leiðbeinendur leggja alltaf mat á hvort og hvernig þáttakan geti haft neikvæð áhrif á börn og vinna gegn því í undirbúningnum og skipuleggja hvernig bregðast má við óvæntum uppákomum. Þegar umræðuefnið reynir á börn mikilvægt að þau geti fengið sálrænan stuðning. Þáttakan skilgreind sem ferli og leiðbeinendur taka mið af því sem gerist fyrir og eftir þátttökuviðburð. Ef þáttakan rafræn mikilvægt að leiðbeinendur, börn og forráðamenn séu meðvituð stafrænt öryggi. Það mikilvægt að hugsa dæmi til enda. Þátttöku barna þarf því alltaf að hugsa í 3 skrefum. Undirbúningur, vinna með börnum, eftirfylgni. Já, og hvert stig jafn mikilvægt, en því miður þá gleymist eftirfylgnin oft. Til dæmis þegar skóli eða sveitarfélag skipuleggur barnaþing mikilvægt að hugsa hvernig á síðan að vinna með niðurstöður þingsins. Hvaða áhrif hafði þátttaka barna á þinginu í raun og veru og hvernig verður upplýsingum áhrif barnanna skilað til þeirra. Þessi 3 skref geta síðan verið endurtekin eins oft á aðstæður og áhugi leyfa. Til dæmis getur sveitarfélagið ákveðið að stofna ráðgjafahóp og unnið áfram með þáttakendum á barnaþinginu við úrvinnslu á niðurstöðum þingsins. Annað dæmi þegar börn eru viðmælendur í rannsóknum. Þá afar mikilvægt að börnin fá að vita hvernig svörin þeirra voru túlkuð og fái tækifæri til að koma með athugasemdir ef þau eru ekki sammála túlkuninni. Varðandi eftirfylgnina mikilvægt að hafa eftirfarandi atriði í huga. Leiðir til samskipta eru skýrar, til dæmis í gegnum vefsíðu, síma eða í persónu. Börn sjá útkomu og niðurstöðu þegar þau taka þátt í hvers kyns verkefnum. Börn fá skiljanleg og heiðarleg svör við öllum fyrirspurnum sínum. Fleiri börn en þáttakendur eiga rétt á upplýsingum og möguleika á þátttöku í áframhaldandi vinnu. Hugað að barnvænni skýrslugjöf til dæmis í gegnum auðlesinn texta eða myndband. Allar þátttökureglunar mynda heildræna sýn á merkingabæra þátttöku barna. Síðasta reglan barnvæn nálgun, en með því að fylgja reglunum sem við vorum að fara yfir má segja að unnið sé út frá barnvænni nálgun. Það þarf að huga að þátttöku barna á markvissan hátt og tryggja börnum regluleg tækifæri til þess að hafa áhrif á samfélagið sitt. Þátttökureglurnar þarf að aðlaga að mismunandi þátttöku. Til dæmis allt annað að taka þátt í ákvörðun sveitarstjórnar eða ákvörðun inn á heimilinu, segja skoðanir þínar á heilbrigðiskerfinu eða kósíhorninu í félagsmiðstöðinni þinni. Til þess að stuðla að barnvænni nálgun mikilvægt að hafa eftirfarandi atriði í huga. Allt skipulag og allar aðstæður sem börnum boðið upp á eru barnvænar og taka mið af einstaklingsbundnum þörfum barnsins. Fundastaðir eru aðgengilegir og barnvænir. Upplýsingar eru við hæfi og aðgengilegar öllum þáttakendum. Börn veita upplýst samþykki með stuðningi forráðamanna sinna. Börn fá tækifæri til þess að þróa barnvænar upplýsingar. Leiðbeinendur taka mið af þátttökureglunum 9 og eru sveigjanlegir í nálgun sinni.
Leiðbeinendur hafa fengið tækifæri til þess að undirbúa sig, til dæmis með menntun og nægum tíma. Börn fá tækifæri til þess að hafa áhrif á hvernig þátttakan fer fram. Nú komum við að lokum hjá okkur. Þú ert búin að læra þátttökustigann og þátttökureglurnar 9. Og með því að fylgja reglunum stuðlar þú að jákvæðri og merkingabæri þátttöku. En athugaðu að aðeins hefur verið stiklað á stóru þátttökureglurnar og mikilvægt er að þau sem ætla sér að skipuleggja þátttöku barna nýti sér þau verkfæri sem til eru, því að þau eru miklu fleiri og má meðal annars finna á vefsíðu UNICEF Akademíunnar. Takk fyrir að vera með okkur í dag. Gangi þér vel. Gangi þér vel.